Stjórn Kaupþingsbanka ákvað á fundi þann 25. september að fella alfarið niður persónulegar ábyrgðir starfsmanna af lánum til hlutabréfakaupa í bankanum. Þessi gjörningur hefur verið gagnrýndur harðlega og nokkrir lögmenn sem Kastljós ræddi við í dag telja hann geti hugsanlega flokkast sem umboðssvik, en slík brot geta varðað allt að 6 ára fangelsi. Gunnar Páll Pálsson, formaður VR og fyrrverandi stjórnarmaður í Kaupþingi, verður gestur okkar eftir augnablik, en hann greiddi þessari ákvörðun atkvæði sitt. Þingmennir Pétur Blöndal og Atli Gíslason kom einnig til okkar og ræða þetta mál, en við byrjum á að skoða hvaða mat lögmenn leggja á þessi ákvörðun Kaupþings að fella niður þessar ábyrgðir af lánum starfsmanna bankans. Jóhanna kynnti sér málið í dag. Með því að fella niður persónulega ábyrgð starfsmanna á lánunum raunverulega verið að afskrifa kröfuna, mat þeirra lögfræðinga sem Kastljós bar þetta undir í dag. Skuldir starfsmanna bankans mynda hluta af eigin fé hans, þannig að við niðurfellingu svona persónulegra ábyrgða sé í raun verið að skera niður hluta af eigin fé bankans. Þessi aðgerð gæti að mati sérfræðingi refsirétti sem Kastljós ræddi við, varðað við ákvæði hegningarlaga umboðssvik. Ef stjórnendur í þeirri stöðu að geta tekið skuldbindandi ákvarðanir fyrir hönd bankans, sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta, en bankanum til tjóns, til að mynda fellt niður kröfu á sjálfan sig og aðra, án þess að fyrir því séu réttmætar forsendur, gæti það mögulega flokkast sem umboðssvik í skilningi 249. greinar hegningarlagana og varðað alltaf 6 ára fangelsi ef brotið telst alvarlegt. Komið hefur fram að einhverjir starfsmenn bankans hafa þessu ári fært hlutabréfakaupi sín inn í einkahlutafélög. Það eitt og sér ekki athugavert, segja þeir sérfræðingar sem Kastljós ræddi við í dag, en ef að bankin hafi gefið eftir persónulegu ábyrgðina og nægilega tryggingar ekki til staðar í félaginu, þá sé það gagnrýnivert því bankin geti alltaf haldið persónulegri ábyrgð einstaklingan á láninu þó að það sé fært inn í einkahlutafélagið. Það að færa af hlutabréfaeignina og lánið sem henni fylgir inn í einkahlutafélag losi á engan hátt sjálfkrafa persónulega ábyrgð, enda hefur það verið almenn stefna bankana að vera með eins miklar tryggingar og lánum og völ á. Spurningi sem margir spyrja hvort hægt sé að rifta þessum gerningum á grunni þess að þeir séu bankanum til tjóns. Þá það mat lögmanna sem Kastljós ræddi við að þessi gjörningur muni auka þrýsting lánardrottna að gamla Kaupþing, sem starfar ennþá undir fjármálaeftirlitinu, fari í gjaldþrotaskipti sem fyrst, þannig að unnt verði á grundvelli riftunarreglna gjaldþrotaréttarins að rifta þessum gerningum. Gunnar Páll Pálsson, velkomin í Kastljós. Þú sast í stjórninni og þennan stjórnarfund þar sem þetta ákveðið 25. september síðastliðinn. Hvaða upplýsingar liggja fyrir á þessum tíma það hversu margir þetta eru og hversu háar fjárhæðir? Ég hef ekki og fékk ekki upplýsingar hvað þetta voru margir eða hversu háar fjárhæðir. Enda voru við kannski á þeim tíma að ganga út frá því að bankinn væri traustur. Við vorum á fundi þar sem við vorum að skoða reikninga, eiginfjárhlutfall var sterk og lausafjárhlutfall, laust fé átti að vera nægjanlegt fyrir næsta árið næstum því. Auk þess höfðum við yfirlýsingar ráðamanna þjóðarinnar að bankakerfið yrði varið og því vorum við á þessum fundi að tala að við myndum komast í gegnum þessar þrengingar og ná stöðu okkar á ný. En hvaða sanngirni í því að fella niður ábyrgðir sumra hluthafa, annarra ekki? Ja, sú staða sem við stóðum frammi fyrir var rauninni bara í einföldu máli 2 kostir og báðir erfiðir. Við gátum annars vegar krafist þess að starfsmennirnir myndu selja hlutabréfin sín og borga skuldir ef þeir var að komast í veðkoll. Ef það hefði gert þá ljóst að það tilkynningarskyld til kauphallarinnar ef stjórnendur að selja og það alveg ljóst að það hefði valdið miklum ótta á hlutabréfamarkaði og ég fullir að það hefði orðið til þess að hlutabréf bankanum hefði fallið bara eins og steinn í vatn. Og það eitt og sér hefðu sett bankan í þrot. Hins vegar höfum við þá valum það að hvetja starfsmenn til þess að eiga bréfin áfram, fella þá úr gildi þessar persónulegar ábyrgðir og vísu gátum átt von á því að hlutabréfaverð myndi falla eitthvað áfram. Í mínum huga sama fyrir þetta gæti kannski lækkað 10-20%, en þegar við kæmumst í gegnum þessi erfiðleika þá myndi hlutabréfaverð hækka á ný og hlutabréf myndi standa fyllilega undir þessum skuldum.
Og ljósi þess að maður á sem stjórnarmaður að gæta hagsmuna hluthafana, að þá taldi ég þessa leið verða betri. En síðan gerðist atburðir og bankarnir fjallu og það alveg ljóst að þessi ákvörðun var tekin á röngum grunni. Já, en nú þetta samt sem áður þannig að það gilda ákveðnar reglur í þessu samfélagi og það margir að tala það að þetta sé bara hreint og klárt lögbrot hjá okkur. Já, ég ekki löglærður og skal ekki dæmi það, en... Fóruð ekki yfir það í stjórn? Jú, ráðgjöfum sem við fengum að við hefðum heimild til þess að gera þetta. Já, en hvað með það að þið séuð að mismuna hluthöfum? Þið eruð í raun og veru að tala fyrir munni sumra hluthafa að þeir geti ekki tapað meira heldur en sem nemur hlutabréfaeigninni á meðan þúsundir aðrir eru þeirri stöðu að þeirra veður og áfram með þeir hafa annað búið tekið lán fyrir hlutabréfakaupanum. Eftir að hyggja þá þessi gagnrýni alveg réttmætt. En hins vegar þegar við taka ákvörðuna, þá erum við að tala að verja hagsmuni allra hluthafa. Hefðum við farið þessa leið að láta það selja, þá mitt mat að allir hluthafar hefðu tapað sínu fé. Já, en er þetta ekki samt sem áður bara einhvers konar game sem að þeir eru að spila með stjórnendum bankans það að gera þetta og síðan vita aðrir hluthafar ekki neitt, þeir eru í myrkrinu á meðan að þeir eru að véla með þetta sem eru klárlega verðmyndandi upplýsingar og tilkynningarskyldar sem slíkar til kaupallarinnar. Ég bara tek það fram og líka út af innslagin hérna áðan að það ljóst að þeir sem áttu hagsmuna gæti í þessu máli, þeir vék á fundi þegar voru að ræða þetta. Menn fóru yfir þessa hluti og menn vógu það voru henni 2 slæmir kostir og menn töldu að þessi kostur myndi verja hluthafa bankans meira á þeim tíma. Hinn kosturinn hefði leitt bankan í þrot eins og var síðan raunin á. Þannig það er alveg ljóst að ef hefði farið þá leið, já, þá hefði allir hluthafar tapað. Já, en samt sem áður... Þannig en eftir og bara, ég fer ekki til grafgötu með það, að það má líta svo á og það náttúrulega verið þá bara einhverju lögfróðari aðil en ég að stýra úr það. En velti stjórninni ekki fyrir sig hvort að það væri hreinlega verið að fara lögum og reglum þessa lands, því að það skiptir í sjálfu sér engum máli hvort hlutabréf bankans er að fara upp eða niður, það bara gilda ákveðnar reglur. Jú, ég sagði, við fengum lögfræðilegt álit á þessu og það var það að við hefðum heimild til að taka þessu ákvörðun. En hvað viltu segja við það fólk sem að býr ekki yfir þessum upplýsingum sem að þið búið yfir, eru samt sem áður hluthafarir í bankanum og er einhvern veginn í myrkrinu á meðan þið eruð að véla um þetta? Þegar við erum að véla um þetta, þá staða bankans traust. Eiginfjárhlutfallið hátt, mikið á lausu fé, þannig við vorum ekkert á leiðinni í þrot. Nei, en þið voru ekkert á leiðinni í þrot, en af hverju fóruð þið þá ekki hinna leiðina? Það var það sem ég sagði áður, hefðu stjórnendur fara að selja... Ég meina, ef að bankin stendur svona sterkt, hefðu þá ekki bankin lifað það að... Það voru náttúrulega mismandi stöður, sumir voru að kaupa hlutabréf við skráningu bankans 2001, aðrir voru að kaupa hlutabréfum 2003-2004. Þannig það var náttúrulega mismandi hvað hlutabréfaverð var langt fyrir ofan skuldinnar. Og í öllum megin atriðum þá voru veðin á bakvið þessi skuldabréf langt fyrir ofan skuldinnar. Já, en við vitum það líka að hlutabréfaverð er rokkandi og það getur farið niður mjög snögglega og með því að aflétta þessum persónulega ábyrgðum þá eru þið í raun og veru að fella niður verðmæti út úr bankann. Já, það er ekki fyrir en að hlutabréfið fellur. Já, ég meina þið eruð að fella niður verðmæti. Ég bara veit að þetta gerðist. Þið eru með banka sem býr yfir ákveðnum verðmætum, skuldir sem að bankin á eru með tilteknum hætti verðmætar, það eru skráðar þannig inn, síðan fellið þið þetta bara niður með einu pennastriki, tilkynnið þetta ekki til kaupallar, bara blasir þetta við að þetta er bara ranglega ekki staðið. Ég veit ekki hvort að það sé tilkynningarskyld að fella niður þessar ábyrgðir. Það náttúrulega var öllum heimild þessum starfsmönnum skilst mér að stofna einkahlutafélög og færa þessar skuldir yfir það. Það er náttúrulega gert í verðandi lánveitinga vegna hlutabréfakaupa. Og það er náttúrulega bara einföld ábyrgð á hlutabréfuna móti skuldunum. En finnst þér þú geta sagt við þína umbjóðendur hluthafa í bankanum að þú hefur verið að verja hag þeirra allra þegar þú býrði yfir upplýsingum og deilir þeim áfram til sumra hluthafa en annara ekki? Þú hlýtur að gæta jafnræðis á milli hluthafa. Við vorum... Allra hluthafa? Já, við vorum að þessu, eða mínu mati, ég er búin að margfæra yfir þetta, hefði við getað tekið einhver aðra ákvörðun. Og ég tel að þarna vorum að reyna að verja hag allra hluthafa. Hefðu við farið hina leiðina, þá hefði bankin farið í þrot. Er það svo einfalt? Í mínu mati, ég veit ekki, það var ekki farin svo leið, þannig ég get ekki vitað það. Þá hefði fyrir stjórn Kaupþings væntanlega setið upp sömu ámælum það að sagt stjórnendum að selja
og við bærum sennilega líka ábyrgð á því að vera kennt að bankinn hafi farið í þrot. Já, en þetta nú svona einhver eftiráskýring. Já, en við erum líka að tala það sem gerðist eftir á. Við vorum að taka ákvörðun í september þegar bankinn var í góðri stöðu og allir trúðu því að bankakerfið á Íslandi myndi lifa. Finnst þér þið að hafa gert rétt? Þú sérð reiðina núna út í samfélaginu, þú sérð skrif fólks og heyri raddir fólks sem segja það bara ofur einfaldlega verið að svína á okkur hinum sem þurfum alltaf að borga okkar skuldir sama á hvað dynur. Svo þarna einhver valinn hópurinn í bankanum sem bara leystur út úr sínum persónulega ábyrgðum á meðan almenningur þessu landi, líka félagar í VR, sitja eftir í súpunni, allt þeirra fellur og hrynur, hinir sleppa miklu billegar. Já, það að ljóst að það staðan eins og það í dag. Já. En þegar við tökum ákvörðuna, þá ég tek mína ákvörðun út frá því að bankakerfið haldi. Já. Finnst þér eftir á að hyggja að þú þurfir á eitthvað nátt að, ég veit ekki... Eftir á að hyggja, hefðum farið hinleiðina, þá hefði bankið farið líka í þrot. Og þá óvíst hvort að hefði líka nokkuð fengist upp í þessar kröfur. Já, en þið stjórnarmenn sem að núna... Þannig að kannski voru við að fjalla ef þú ert að tala þessi ólöglegt eða ósiðlegt, þá voru að tala að framkvæma kannski ólöglegar og ósiðlegar aðgerðir hvoru tveggja og við vorum að kannski orða þannig, þótt að við fengið ráðgjöf að þetta mætti, að velja þá sem væri skári. Já, telurðu núna að þessi ráðgjöf sem þið fenguð þetta inn á stjórnarfundinum hafi verið röng? Ég hef ekki ástæðu til að draga það yfir. Nei. Þú segir í yfirlýsingunni þinni á einum stað að markmiðið var að verja banka frá falli því miður breytti staðan og eftir á hyggja var svo ákvörðun byggð á röngum forsendum. Svo segir stuttu síðar í yfirlýsingunni þinni að það sé erfitt að sjá að þið geta tekið aðra ákvörðun. Já. Hvernig kemur þetta heim og saman? Ég að segja, hefðum við farið hina leiðina, þá hefðum við verið að vísa bankanum beint í þrot. Og þrátt fyrir það að við vitum hvað gerðist eftir á, þá hefðum við ekki getað valið þá leið. Já. Þið fórum með öðrum orðum ranga leið? Nei, það sem ég að segja, við hefðum ekki getað farið hina leið. Þá vorum við beint að kannski að vísa bankanum í þrot. Þarna vorum við að reyna að sigla bankanum í gegnum hennan ólgusjó og mínum að þið voru þá kannski að víkja tímabundi frá þessum veðkröfum. En ákveðu segir tímabundi, það liggur ekkert fyrir það að þetta átt að vera tímabundi. Ætluðu þið að labba til starfsmanna eftir að segja, já núna þurfum við að dempa veðunum á okkur aftur? Nei, þetta er absolutt gjörningur. En mínum huga var það að þegar við kæmumst í gegnum þessar þrengingar, þá myndi hlutabréfaverð í bankanum hækka á ný. Og var það þá þín hugmynd að þessi veð ættu þá að verða þess eðlis að þau færu aftur á? Bankinn myndi aftur fá þessi veð? Veðin eru til staðar. Þið fellduðu niður? Nei, veðin... Þið fellduðu niður þessar persónulega ábyrgð. Hefðu þær átt að koma aftur inn? Var það þín skilningur á hlutunum? Þannig að starfsmennir lögðu hlutabréfið að veði fyrir skuldunum og auk þess voru með persónulegar ábyrgðir. Þið fellduðu niður persónulega ábyrgðirnar og þú leist á þetta sem tímabundið ástand. Hefði þá aftur átt að taka upp þetta veð seinna þegar að bankinn var komin fyrir vind? Það var ekki rétt. Það var ekki rétt. En hvað, hvernig stendur á því að lífeyrissjóðurinn þinn fjárfestir svona mikið í Kaupþingi og Exista sem eru svona rosalega samtvinnuð fyrirtæki og bakkavör í stað þess að kannski dreifa áhættinu örlítið meira í því? Fyrsta lagi bara geta þess að það sem ég sett í stjórn Kaupþings, þá var ég vanhæfur til að fjalla þau mál í stjórn lífeyrissjóðsins. Þannig ég skipti mér ekki að þeim ákvörðum. En hins vegar alveg ljóst að það voru mjög fá fyrirtæki orðin, alvöru fyrirtæki eftir í Kauphöllinni. Þannig ég held að lífeyrissjóður verslunarmanna var ekkert með mikið hærri stöðu eða bara sambarlega stöðu og hinn stóru lífeyrissjóðnir í þessum. En ekki varhugavert fyrir lífeyrissjóðun og fyrir þig sem hefur vel að gagnrýna ofurlaun að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru með þessi ofurlaun vegna þess eins og þú segir í yfirlýsingunni þinni, þessi ofurlaun geta leitt til skelfilegra niðurstaðna. Jú, ég hef gagnrýndi það á sínu tíma þegar þetta var svona að byrja og ég hef tvisvar skrifað leiðar í VAFR-blaðinu þar sem ég varpaði upp hvort að við erum að fara að taka umræðum hvað eru siðleg laun hjá æðstu stjórnendum og meðal annars kannski fyrir mín orð að þá höfum við tekið upp svona vandaða stjórnarhætti í stjórn Kaupþings að vísa þessum ákvörðum varðandi starfskjör og hlutabréfa kauprétti til aðalfunda
og það verður bara að segjast eins og að það var algjör þögn í samfélaginu, það hafði engin áhuga að ræða þetta. Nei. Þannig mér fannst ég oft á tíðum vera með svona hjárauma rödd í að ræða þetta. En finnst þér ekki samt eðlilegt úr því að þessi ofurlaun sem eru nú tengt kaupþingi að mörgu leyti í hugum fólks og fleirum reyndar, það sé óeðlilegt að þið séu að fjárfesta í slíkum fyrirtækjum sem að hegða sér með þannig með ósiðlegum hætti ef ég skilji rétt? Það má gagnrýna það, en við, og þess vegna, eins og ég er í þessari stöðu, þess vegna taldi ég það verið miklu hreinlegra, eins og við höfum gert hjá okkur, að taka þessa ábyrgð og tilnefna þá mann í stjórn og reyna að hafa áhrif á þetta, heldurinn þá að bara kaupa og þykja arð af hlutabréfum. Við vorum þá að reyna að hafa áhrif á hvernig þetta verið gert, en það er ljóst að fulltrúi, eða ég sem stjórnarmaður þarna réð ekki ferðin í þessu mál. Nei, en svona í ljósi þess að þú hefur verið að gagnrýna þessi ofurlaun, er þá ekki svolítið skrítið að þú takir síðan ákvörðun það að kippa ábyrgðinu úr sambandi, ef svo maður segja, að taka ábyrgðina af sem gerir það verkum að menn tapi peningum þegar illa gengur? Ég skal fara yfir þetta aftur sem við fórum aðan. Mín sjónarhorn var að bankinn væri traustur og við myndum fara í gegnum þetta. Stóðum frammi fyrir þessum tveimur kostum, annar í mínum huga myndi leiða bankann í þrot. Hinn myndi vonandi, eða með að velja hinn, þá hugsanlega myndi sigla í gegnum þetta og þá myndi þessi veð á bakvið skuldirnar standa. En þegar að þú horfir núna framan í allt fólki í VR sem margt hvert hefur tapað peningum og þú ert sjálfur ábyrgur fyrir þessari aðgerð ásamt fleirum 25. september, finnst þú geta setið áfram sem formaður VR í ljósi þessa? Ja, ég er með stjórnarfund akkurat núna, þau bíða eftir mér niðri á skrifstofu og erum að fjalla þetta. Ég tel að ég hafi komið alveg heiðarlega fram í þessu máli og er að skýra það hér. Ég tel mig ekki bera ábyrgð á alþjóðakreppunni, fjármálakreppunni og því sem hefur verið gert hér á undanfarna árum, þannig við lendum í því. En ef ég er ábyrgð... Þið lendið náttúrulega ekki bara í einhverju. Á hverju erum við alltaf að lenda í öllu hér í þessu samfélagi? Þið hljótið að bera einhverja ábyrgð? Ég bera ábyrgð á því sem ég gert, já. Myndu axla þá ábyrgð með því að hætta sem formaður VR? Það er vantarlega áleitin spurning fyrir þig. Fyrir stjórn mína að fá að stýra mín mál út fyrir mínu fólki og hyggst kalla til trúnaðarráðs og trúnaðarmannafundar í næstu viku og fara yfir þessi mál og kanna hvort að ég nýt traust. Stjórnin lýsti við fullu traust á mig í þessu en hafði vissulega áhyggjur af að ímyndi eða orðspor VR hefðu skoðast í þessari orðarhríð. Og mér finnst líka að það hafi verið svona, menn komnir út með kvíslarnar eins og fréttin í Morgunblaðinu í gær, það er birt nöfn aðila og íjað að því að það eru þeir sem hafa verið að fá niðurfellda kauprétti. Mitt nafn er þar og kona mín. Ég bara lýsi því yfir að ég var ekki með neina kauprétti eða nein lán á bak við mín hlutabréf og keypti þau bara og tapa því öllu. Já. En ef ég ber ábyrgð á fjármálakreppunni í heiminu þá erum við vissulega vondum málum. Tíminn er búinn, takk fyrir komuna. Og eftir augnablik koma þeir Atli Gíslason og Pétur Blöndal, alþingismenn, og ræða þessa gerninga stjórnar Kaupþings. Við byggjum á reynslunni leið og við hugsum til framtíðar. Sjóvá, 90 ára. AB mjólkurvörur innihalda A og B gerla sem bæta meltinguna og styrkja leið varnir líkamans. Dagleg neysla á AB vörum stuðlar að bættu heilsufari og vellíðan. MS, mjólkurvörur í sérflokki. Ódýrt í Hagkaup. Englar verð frá 299 krónur, jólaostarhnífar 2 stykki í pakka 699 krónur, jólaskraut 399 krónur. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Verðtryggðu sparnaðinn á Net Plus. Verðtrygging plus hagstæð ávöxtun. Kláraðu málið núna á
byr.is. Byr Sparisjóður. Já, eins og við heyrðum áðan svo ákvörðun stjórnar Kaupþings að fella niður persónulegar ábyrgðir starfsmanna af lánum í bankanum harkalega gagnrýnd og Pétur Blöndal, formaður efnahags- og skattanefndar Alþingis og Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna eru sestir hjá Sigmari. Velkomnir. Atli, hvað segir þú þessa ráðstöfun stjórnarinnar 25. september? Er þetta eðlilegt? Nei, hún ekki eðlileg. Nei. Hún nú kom 76. grein hlutafélagalaga bannar hana. Það verði að hygla hluthöfum á kostnað annarra. Það virðist alls ekki standast en maður á nú ekki að dæma fyrir þetta komið allt í ljós en það blasir við að þetta brjóti lög og kunna varða við þessa umboðssvikagrein hegningarlega. En menn standa frammi fyrir þessu vali eins og Gunnar Páll var að lýsa hér. Bankinn færi þrotella þess vegna þetta einhvers konar neyðaráðstöfun. Já, mér fannst nú þversögn í því að hann sagði að bankinn hefði staðið svo vel líka á sama tíma. En engar síður, það er ekki sem réttlætir það. Þetta á að fara fram fyrir opnum tjöldum, vera gegnsætt og aðrir hlutar eiga þá eiga kost á sama. Já, Pétur, það er ekkert sem réttlætir það. Pétur, hvað segir þú við þessu? Ég ætla að taka það fram að ég ætla ekki að setja þessi í dómarasetti. Ég geri á fyrir Hæstirétti muni fjalla þetta og hann muni dæma hvað er löglegt og hvað er ólöglegt. Það er tvennt sem að miðst vanta inn í þetta. Það vanta inn í þína spurningu áðan að spyrja hvernig kom það til að æðstu stjórnendur lenda í þeirri stöðu að ef að gengið fellur á hlutabréfunum að þá neyðist þið til að selja og skaða þar með fyrirtækið. Já. Hann hefur nú reyndar alltaf verið á móti þeirri stefnu að þetta væri árangurstekn með þessum hætti. Já, en hann sat í stjórn og hann átt að greiða atkvæði gegn því að svona stór hluti, þetta eru 2 milljónir á hvernig einasta starfsmann Kaupþings, svona sirkabót. Þetta eru svo óskaplegir peningar. Og hérna, ég veit alveg að þegar við standa fram með því að æðstu stjórnendur alltaf vera að selja, þá er það tilkynningarskylt og myndi ekki líta vel út á markaði, þannig að gengi myndi sennilega sökkva niður og eftir. Þannig að það er þá rétt mat. Það er rétt mat. Þá hlýtur þetta að hafa verið eitthvað svona neyðarbrauð hjá þeim. Já, en að stjórnin skuli komast í þessa stöðu með því að veita þessa kauprétti, með því að lána út á þessum hlutabréf. Það er, finnst mér að hæstalagi klaufarlegt og bara eiginlega ófyrirgefalegt fyrir svona hlut. En svo að þeir eru nú á annar borð komnir í stöðuna, þá standaði frammi fyrir þessum 2 afarkostum. Voru þeir þá ekki að fara rétta leið með því að taka þessa leið? Það kann að vera að þeir hafa verið að fara rétta leið og það er dómstólar dæmið það. En þeir voru sannarlega að mismunna hluthöfum. Ég var náttúrulega hluthafi sjálfur, þannig að ég þekki það og ég tapaði þarna og það er enginn sem bæti mig það upp. Ekki frekar en öðrum 20.000 Íslendingar sem áttu hlutabréf, en svo er það líka lántakendur. Þú mátti ekki gleyma því að þeir voru jafnframt lántakendur og ég vissum það að margir lántakendur myndi gjarna velja aflétta sinni persónulega ábyrgð þegar þess íbúðin er miklu verðminni heldur en lánið eitthvað þvílíkt. Þannig að þetta eru margar hliðar á þessu og margt sem að margs konar ójafnrétti sem þeir eru að brjóta þarna á milli lántakenda og milli hluthafa. Þannig að þetta er mjög afdrifarík staða og mér finnst að þessi banki átti ekki að stjórnin átti ekki að láta setja sig í þessa stöðu með því að yfirleitt að leyfa þessi hlutabréfaviðskipti en í mínum huga þá var þetta ángi af sama máli sem hefur gagnkvæmt eignarhald og kross-eignarhald á milli félaga. Það voru mjög sterk eignarhald á milli Kaupþings og Exista til dæmis. Nú get ég nefnt það því þau eru bæði komin út af hlutabréfamarkaði. Ég gat ekki nefnt það í fjölda ára. Ég hélt fundi efnahags- og viðskiptaráðuneytisins sem hélt þá einmitt kross-eignarhald, það sem að fjármálaeftirlitið og fleira gott fólk var. Og þetta er sami hluturinn? Þetta er sami hluturinn, því að þeir hefðu alveg sérstaklega búin að taka persónulega ábyrgðina burtu, þá hefði getað að lána manni þessna 20 milljarðar í staðan fyrir 10. Eða í staðan fyrir... Af því að tapið er ekki neitt. Ég meina, þetta er bara tölur. Það gerist ekki neitt annað en það bara að eigið fyrir fyrirtækisins vex. Eigið fyrir Kaupþings var sýnt, sennilega 40 milljardum hærra heldur það var. Gagnvart Exista og Kaupþingi, þá var sennilega eigið fyrir begga fyrirtækjana áður en dreifðu hlutabréfum Exista og alla hlutaða á Kaupþings. Þá hefur sennilega eigið fyrir fyrirtækis verið metið beggja samanlagt 60 milljarða. Það er semst búnið til 60 milljarðar sem ekki eru til. Þessi eigið hlutabréf er verðlaus í hendi fyrirtækisins sjálfs. Þessi staða sem að menn eru komnir í þarna, er hún að þínum að þetta einhvers konar áfellisdómur yfir því launakerfi, þessu hvatakerfi að starfsmenn eigi að bera ábyrgð með fyrirtækinu, en síðan er einhvern veginn eins og því sé kippt úr sambandi á ákveðnum tímapunkti. Já, það gengur bara í plús áttina, sko. Það gengur bara í plús. Ég segi nú bara það, þetta er eins og toppurinn á ísjakanum. Þetta er svona 1/10 upp úr núna, 9/10 er ekki komnir í ljós.
Það sem alvarlegast í þessu að það eru 4 vikur að verða síðan að þetta bankahrun varð og það ekki ennþá farið að rannsaka þetta almennilega og hverjum degi verður sönnunarvandi meiri og ég kenni ríkisstjórninni það að við ekki farið á stað og bara í borðið staðinn fyrir að skipa einhverja stjórnsýslunefnd sem á að finna hinn rökstudda grunn. Hann löngu fyrir hendi og menn spurja í svona málum sem algjört grundvallaratriði hvað vissu menn eða máttu vita þegar atburðir gerast og menn vissu og virðast hafa mátt vita strax í byrjun ársins 2008 að lausafjárstaða bankanna væri skelfileg og þeir vissu og máttu vita í apríl þegar þeir fengu skýrsluna frá bresku sérfræðingunum út ISAFE að þeir væru glæpsamlegir. Samt haldið áfram, það haldið áfram og haldið áfram og það þetta sem ég vil skoða í heild sinni. Hverjir að bregðast þarna? Fjármálaeftirlitið, ríkisstjórnin, allir bara? Já, Seðlabankinn, Fjármálaeftirlitið og ríkisstjórnin í heild sinni. Og svo hinir sömu menn í dag að rannsaka málin. Og af hverju dragaði lappirnar í þessu? Á hverju þegar grunurinn, hann staðfestur, hinn rökstuddi grunurinn staðfestur. Það var fyrir einhver stjórnsýslu skoðun fram. Það var settur í gang sérstakur saksóknari í þessu máli. Ríkissaksóknari fekk sérstaka mann. Það bara ekki rétt. Það ekki rétt. Nú hann var að segja af sig maðurinn. Þeir bara leita hennu rökstudda grun og þeir voru settir í svona nefnd. Þeir ekki með þvingunar úrræði hegningarna á bak við sig. Þeir ætla ekki að yfirheyra nokkurn mann hvorki sem vitni eða sakborning. Þeir bara kanna hvort að rökstuddu grun sé fyrir hendi. Þetta einsdæmi í íslensku réttarvörslukerfi að skipa ykkur að slíka nefnd. Já, ég taldi þetta væri... Grunurinn blasir við, Pétur, þú getur verið sammála mér það. Já, sko, saksóknarinn alltaf, honum ber að rannsaka mál, þannig að ef hann skipar eitthvað mann í sérstakt verkefni, þá var það alltaf til þess að rannsaka það. En þetta einhver hagsmunatengsl inn í ríkisstjórnina gagnvart þessu fólki sem þið dragið lappirnar út? Ég trúi því nú ekki. Það koma sömu menn við sögu. Já, en svo hann því miður hættur, sá sem var farið þetta verkefni. En því miður ekki bara eðlilegast að einhverjir útlendingar sem ekki bundnir og neina hagsmunaklafi hérna, komi, skoði, velti við hverju steini og við sem búum í þessu landi horfum bara á það en leggjum ekkert annað til að bara upplýsingar okkar. Já, ég eiginlega sammála því því að það má eiginlega segja að sé allir einhvern veginn tengdir inn í þessa banka, annarkot vinir eða ættmenni sem eru þarna starfandi og þannig að það má vel vera að þurfi að fá einhvern útlending en það þarf að gerast alltaf nokkuð hratt. Það eru til faglegir lögmenn og endurskoðendur sem hafa ekki komið nálægt þessu rugli. Mér langar að velta einum punkti upp með þetta. Það staða menntamálaráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Núna var Kristinn H. Gunnarsson að skrifa grein á sína heimasíðu þar sem hann að velta því upp að hún þurfi að gera hreint fyrir sínum dyrum. Það ljóst að hún og eiginmaður hennar eiga þarna hlutabréf í Kaupþingi. Þau stofna einkahlutafélag fyrr á þessu ári. Nú þetta allt mögulega ólöglegt, það að segja hvernig þessi skuld var niður felld eða þessar persónulega ábyrgðir. Hver staða hennar í þessu máli finnst þér allir? Ég hef engin gögn upplýsingar sem til að dæma það. Nei. Ég get hins vegar að tala þetta almennt. Mér virðist að það ljóst núna að gömlu bankarnir að fara í gjaldþrot. Og þá hægt að rifta öllum slíkum samningum 12 mánuði eftir í tíman. Flutningur úr persónulegum eigur yfir í einkahlutafélag og annað slíkt. Það allt riftanlegar gjörðir. Hvort þær eru síðan saknæmar eða ekki, það verður rannsóknarskýrur. En nú erum menn að velta því fyrir sér í hvaða stöðu Þorgerður í og bara þær vangaveltur, það hljóta að vera erfiðar fyrir ráðherrann, ekki? Hún þarf væntanlega, ef máli kemur til umfjöllunar í ríkisstjórn, þá þarf hún að víkja fundi, víkja sæti. Ef ákvarðanir eru teknar þessi mál almennt séð, sem varðar þetta dæmi hennar sem ég þekki ekki ítreka það, þá þarf hún að víkja sæti. Hvað segir þú, Pétur, hennar stöð í þessu? Ég er saman því sem að allir segir að hún tekur að sjálfsögðu ekki ákvörðun sín mál innan ríkisstjórnar í annar staðar. Þannig að það liggi alveg fyrir. Ég þekki málið ekki nægilega vel, ég hef lesið í dagblöðum að hún telji sig að tapað öllu því sem var í þessu félagi. Nú veit ég ekki hvað það var mikið fyrir utan þessu hlutabréf, en það var við sitt hvað fleira, en ég þekki það ekki nákvæmlega. Og auðvitað er æskilegt að hún gerir hreint fyrir sín dyrum. Það sem það vill svo til að hún gift einum af þessum mönnum. Hún var ekki sjálf starfsmaður Kaupþings, þannig að taka það nú alveg fram. En vissulega er þetta mjög erfitt og menn geta lent í svona, þarna lendur nýði því hún er ekki sjálf starfsmaður og væntanlega. En Kristinn líka nefnað og mér langar að bera það undir ykkur þó að tíminn sé stuttur sem við eftir, að það sé óeðlilegt að hún hafi komið að því þessar ákvörðun ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans það að veita Kaupþingi þetta neyðarlán. Hún sé með öðrum orðum vanhæf vegna þess að hennar fjölskylda á svo mikið af bréfum í bankanum.
Hafi það komið upp á ríkisstjórnarfundi, þá á hún samkvæmt reglum og lögum að gera grein fyrir hugsanlegum ástæðum sem gera hana vanhæfa. Ef hún var í vafa það. Og víkja svo sæti ef að meirihluti hélt það, en í þessu tilviki hefði nátt að víkja sæti. En ég ætla bara rétt að nefna það varðandi, þetta eru fjöldinn allra einkahlutafélögum sem hafa gert þetta. Það bendir til þess, gert í áspyrjun 2008, það bendir til þess að fjöldi manns hafi vita hvert stendi. Vita það mátt vita. Eða takmarka áhætt sína, til þess að það gert það, menn takmarka áhætt sína. Örstutt þetta með að hún komið að ákvörðunum lán Seðlabankans náttúrulega bara Seðlabankans. Ákvörðun, ég get ekki ímyndið með það að hann... Hún að fara vel og vandli yfir þessi mál með Geir og Árna, þetta voru svona þeir 3 ráðherrar Sjálfstæðisflokksins sem héldu á spilum. Ég ímyndið mér ekki að Seðlabankinn sé ekki óháður þessu dæmi og ég reikna fastlega með því að hann hefði tekið þessi ákvörðun aðleitt og óstuttur. Seðlabankinn heyrir undir forsætisráðherra, Já, en hann er samt óháður og forsætisráðherra getur ekki skipað honum fyrir verkum. Takk fyrir komuna. Takk sem þess.